og hérna erum við að athuga hve mörg orð í textanum. Og hérna er ég bara með forlykju og hérna er ég að athuga hvort það sé bil og ef það er bil þá hækka ég orð um 1 og þið sjáu hérna ég let orð vera 1 í byrjun þannig ef það er bil þá náttúrulega veit ég að það eru 2 orð og ef það eru 3 bil þá eða 2 bil þá er það 3 orð þannig hérna ef það er bara 2 orð í textanum eins og popp gott eða gott popp og þá náttúrulega er 1 bil en 2 orð því ef það er 1 bil þá myndi ég hækka þessa breyti um 1 og skrifa þessi út hérna getum við velt fyrir ykkur að pröfa að athuga hvort við gætum nota hérna for each-lykkju veltið fyrir ykkur og pröfiði og sjáu hvort það sé hægt og næsta dæmi hérna er ég að athuga hve oft stafur kemur fyrir í streng ég get ekki nota contains því þá myndi bara segja ef ég myndi vera með textan hús og svo myndi ég slá bókstafinn H þá myndi contains bara skera mig trú því að H náttúrulega er í textanum þannig ég þarf að vera með forlykju og þarf að vera með if-setningu sem athugar hvort að ákveðið stag í textanum sé þessi bókstafur sem ég vildi eða ekki og svo myndi ég hækka leið og hann kemur fyrir þannig að hérna sjáu þið forlykja hérna getur við pröfað þetta for each-lykkju if-setning og er athuga eitthvað ákveðið gildi og það sjáu ef við hugsi alltaf fylkin þá er þetta eiginlega alveg eins við vorum alltaf með forlykju eða for each og if-setningu hvort eitthvað var ákveðið tala og vorum með teljara þannig að ef þið hafið fylkin bak við tjöld hugsið alltaf fylki þá sjáu þið hvað þetta er líkt og hérna erum við að sjá hvernig við erum að snúa við texta og þá er ég hérna með eina breytu sem heldur utanum textan sem ég ætla að slá inn og hérna er ég með aðra breytu sem ætla bara að skrifa snúin texta við eða skrifa halda utanum þegar snúa textanum við nota forlykju og það sem er nýtt kannski hérna er það að ég tek lengdina á textanum -1 mínus teljarinn þá fæ ég aftasta stakið næst aftasta stakið eða fæ ég fyrst aftasta og svo kolla en ég byrja aftan frá ef ég er með texti hann er 10 mínus 1 þá er ég komið með sko seinasta stafinn og teljarinn 0 í byrjun þannig að þá skrifa ég hérna seinasta stafinn í viðsnúum texta svo kemur hérna 9 mínus 1 sem er þá 8 mínus 1 sem fær þá 7. stakið og það myndi skrifast inn í textan og þið sjáu hérna að ég er með viðsnúum texti plus þannig hérna er ég alltaf að bæta við það sem er fyrir passi svolítið upp á það en við kannski klikkið eitthvað hérna þá munið ekki hérna ná að halda utan allt kannski það er algeng villa að það bara 1 staf sem birtist út í lokin það er kannski bara fyrsti þannig að lengdin á textanum -1 til að fá aftarstafinn fyrst og svo er alltaf teljari sem lækkar alltaf niður fyrst er þetta 0, svo 1 þannig að þá kemst ég alveg að fyrsta stafnum og hérna er það kannski betur útskipt líka erum við forlykju og það er þetta hérna sem skiptir máli í dæminu tekið lengdina textanum 1 dregin frá til þess að fá seinasta stafinn í strengnum og svo teljarinn fyrst bara 0 og svo 1 og svo 2 og svo kolli og hérna er ég alltaf að skrifa 1 og 1 staf í nýju breytunum mína viðsnúin texti ok og þá ætla ég að segja pása